Og hvað skrítið að sjá þig í húsvaragallanum. Já, og skrítið að sjá þig ekki í honum. Flakkari, við verðum eiginlega að fara að ræða hvernig allt verður eftir að þú tekur við sem húsvörður. Já, endilega ekki láta mig trufla ykkur. Ég ætla bara að taka smá svona vídeo af herbygginu fyrir hana, mömmu. Jæja. Halló mamma, hér ég sem sagt búinn að sofa í allan vetur með gott útsýni fram á ævintýragang. Og hér kemst ég svo beint fram á ævintýragang, en... Flakkari, við verðum að koma Björgvinni út núna. Og hér eru svo bestu vini mínir. Flakkari og Spegill, segið halló við mömmu! Halló! Halló! Svo voru það hljóðkrukkurnar. Já. Spegill, hvernig eigum við að koma Björgvin út? Ég veit það ekki. Þið má nokkuð taka þetta með mér svona til minja. Nei, við þurfum alltaf að hafa varaepli fyrir Gúlífi. Já, auðvitað, ekkert mál. Hvað getum við gert? Já. Spegill, ég fekk hugmynd. Hvað? Hérna namni sem ég... Björgvin, það var að koma skilaboð. Nei, Björgvin, það var bara að koma verkefni til þín. Góður. Sko, prinsessan á bauninni er búin að týna bauninni sinni. Aftur? Ég alltaf að segja henni að baunin alltaf undir neðstu dýnunni. Ekkert mál. Ég skal ræta þessu. Má ég fá lykilinn, kæri húsvörður? Já, ekkert mál. Þakka þér fyrir. Prinsessan. Nú lendi ég loks í rauninni, týnir prinsessan bauninni. Við sjáumst. Bless. Við erum komin. Já, komið þið. Er Rósalind ekki með ykkur? Já. Nei, en hún kemur kannski aftur. Þetta er eitthvað svo spennandi. Ætlum við ekki að fara að gera eitthvað? Já. Ég held þessu. Hérna, þarf ég virkilega að baka köku? Má ég ekki frekar gera eitthvað gómsætt eins og bacon? Nei. Svínaból? Nei. Grísapylsu? Nei, Úlfur, við erum ekkert að fara að borða neina grísi. Það er bara að hjálpa mjólkhvíti við Í baksturinn. lagi þá. Jæja, Dörgu, hvað ert þú að gera? Ég er að mála kveikjuna handa Björgvinni. Nei, pappa mátti ekki sjá hana og koma óvart. Ég skal ná í meira hveiti. Þetta er ekki fyndið! Þið eru ömulegir orðar! Er þetta ekki flott? Jú, rosalega flott. Heyrðu, Spegill, er Björgvin nokkuð að koma? Nei, hann verður örugglega í allan dag. Ég fann beinina, Flakkari, ég er að koma! Fljót, í felur! Hvað er þetta? Er þið kærastu par? Nei, við erum bara að fela okkur. Hvað það gera, Dörgu? Það er frekar undir sængina. Neðstu dýnunni! Og ekki láta mig þurfa að koma aftur. Nei, blessaður. Jæja, hvernig gengur ykkur? Flakkari, fyrir ekki, hvað er sængin mín að gera á gólfinu? Ég sá bara eitthvað ógeðslegt og... Eitthvað ógeðslegt? Já, ógeðslegt! Og ákvað að setja sængina hérna yfir. Hæ? Sérðu? Já, heyrðu, þú sér bara um þetta, góði. Ég ætla bara að halda fram að taka upp hérna smá fyrir mömmu. Svona. Jæja, mamma. Hér á bakvið vondahurðin, en þar býr nornin þisla. Rósalind og Ástrós. Og töframaður. Já, hárrétt hjá þér, og töframaður. Nú, en hér á bakvið... Nei, hvað er flott myndavél? Já, þakka þér fyrir. Nú, hér á bakvið gleymsku ormar, strákar. Þannig vélina? Já, gerið það. Hér eru sett gleymsku ormar, segið halló við mömmu. Kærustu par. Strákar, akkur er að loka? Nei, ekki opna. Björgvin, þú ert svolítið fyrir okkur Spegill. Viltu ekki bara fara og pakka? Jú, allt í lagi, hvað voðalega. Sjáu hvað við að gera, Flakkari. Nei! Hvað? Ég verð að taka þessa sæng með, þetta er eina sængi sem ég á. Kæri húsvörður, það voru að koma skilaboð. Heyrðu, það voru að koma skilaboð. Viltu ekki fara að kíkja á þau? Ég þori eiginlega ekki. Flakkari, hvað er að þér eiginlega? Þú ert eitthvað skrítin í dag. Hvað? Nei. Hvað? Hér stendur að það vanti fullt af ævintýrapersónum í ævintýri sín. Úlf grísana, mjallhvíti,
Dverginn úr ævintýrinu Mjallhvíti. Ástrós. Og töframann. Já, og töframann líka. Nú bara verðugt síðasta verkefni. Bara alveg greinilegt, þetta tekur allan daginn. Erum við sjáumst, bless! Ég býta alltaf. Þarna munaði mjói. Nú skulum við hafa hraðar hendur, því nú ætlum við að gera bestu kveðjuveislu sem ævintýragangurinn hefur haldið. Já! Það er eitthvað ógeðslegt á gólfinu hérna. Svolítið fyrir vinnu minn. Og ná, við erum að skora hveiti. Jæja, er þó allt tilbúið. Búin að skreyta. Búin að baka. Já, og málverkið frá okkur til Björgvins er tilbúið. Sjáu þið. Hvað er þetta? Þetta er Björgvin, ef hann var í dvergur, er hann ekki mikið krút? Heyrðu, þá skulum við fara að fela okkur. Já. Og Ástrós og töframaður fyrir á verði. Á verði? Já, í hurðinni. Og hann láta okkur vita þegar eitthvað fer að koma. Já, ég læti okkur vita þegar eitthvað fer að koma. Allir tilbúinir? Já. Núna! Er enginn að koma? Æja, þú þarft kannski ekki að láta okkur vita af því. Nei. Má ég sjá? Heyrðu, þarna er einhver að koma. Má ég sjá? Ég sé ekki hver þetta er. Ekki tóðast. Takkar ekki. Veitu, hvað er eiginlega... Hvað er að gerast? Við erum að bíða eftir þér til að geta komið þér á... Fyrirgefðu, ég brá bara svo mikið. Þetta var alveg óvart. Og meistarastykkið er ónýtt! Það var ónýtt. Það er allt ónýtt. Og kakan. Já, hún er alveg handónýtt. En hún var góð. Bíddu. Er þetta ástæðan fyrir því að þið eru búin að vera týnd í allan dag? Þið voru að undirbúa veislu fyrir mig. Já. Ætlum að koma þér á óvart. En úlfurinn eyðilaði það! Slakið aðeins á hérna. Sko, mér finnst að veislur eiga ekkert endilega snúast kökur og skreytingar, þó að það sé mér fínt. Veislur eiga snúast það að vera með þeim sem henni þykir vænt um. Já, þá er ég víst bara farinn. Nei, Úlfur. Mér þykir vænt um þig. Mér þykir vænt um ykkur öll. Já. Alltaf lærðu þú að orða hlutina svo fallega, Björgvin. Já. En ertu þá alveg ánægð með veisluna? Er ekkert sem þú vilt áður en þú hættir? Jú, ég myndi vilja fá mynd af ykkur öllum. Já. Frábært, ég skal mála hana. Nei! Nei, ég ætla að taka svona vídeómynd. Já. Það tekur svo langan tíma. Já. Komið þið saman. Sjá. Jæja, mamma, þá er ég komin aftur. Er mamma þín inn í þessum kassa? Nei, þetta er svona vídeóspóla. Hér er ég sett komin með öllum vinum mínum, bestu vinum mínum. Vinunum sem ég var því miður að fara að kveðja fyrir fullt og allt. Heyrðu, já, og þetta er líka í síðasta sinn sem að við Sjáumst öll í sjónvarpinu, því að næsta haust þá byrjar glæný stundin okkar með nýjum umsjónarmönnum. Dansinn! Ha? Já! Býttu, hvaða dans ert þú eiginlega að tala um? Bara! Sko, hérna. Þú nú við? Þegar ævintýrahús verður líkur störfum, þarf hann að hverfa úr embætti bókstaflega til hann komist heim. Já. Í stað þess að fara með töfraþulu, dansar hann töfradansinn. Já, er það að tala um eitthvað eins svona? Björgvin, meiddirðu þig? Nei, er það ekki að tala um eitthvað eins svona dans? Ekki beint, en engar áhugi, Björgvin, við skulum kenna þér. Já, við skulum kenna þér hann. Gerum bara klárt fyrir töfradans. Já. Alltaf það. Svona, ég skal... Jæja, eru allir tilbúinir? Já, svo tegja hérna. Bíðiði. Nei! Rósalind! Björgvin, þú ert nú meiri óþekktar ánginn að fara bara svona án þess að ég ná að kveðja þig. Æ, fyrirgefðu. Já, Björgvin, það ætti að raskilla þig. Sammála. Hvað spáru mikið gott að þið gotur komið? Jæja, halló. Hvað? Við þurfum að fara að byrja henni dansinn og Björgvin og komast heim til sín. Já. Já, Björgvin,
þú lofar að kíkja eitthvað tíman aftur í heimsókn og hver veit nema við náum þá að gifta okkur. Út í mýri, ævintýri, eiga sinn sama stað, en allar sögur Þær taka jú enda. Eins gott að játa það. Hverju stundin nálgast nú áðum. Ég fer með elegans við að heilsa kunningjum gáðum. Dansum nú heimferðardans. Dansum nú heimferðardans. Þú tekur hálfliðar hopp. Og hendur skellir á læ. Á einni löpp stendur stopp. Og stekkur svo upp á tær. Hristir síðan báðar hendur. Hleypur á staðnum og svo alveg strax. Dönsum nú heimferðardans. Dönsum nú heimferðardans. Vertu blessaður og sæll, elsku vinurinn minn. Við vonum að þú lítir aftur hérna inn. Dyrnar standa og allar engin skellir í lás. Við eigum pottþétt eftir að sakna þín Glás. Og vita skalt, elsku Björgvin minn. Þú ert dæmilega hjartalega Björgvin minn. Dönsum nú heimferðardans. Dönsum nú heimferðardans. Þú tekur hálfliðar hopp. Og hendur skellir á læ. Á einni löpp stendur stopp. Og stekkur svo upp á tær. Hristir síðan báðar hendur. Hleypur á staðnum og svo alveg strax. Dönsum nú heimferðardans. Dönsum nú heimferðardans. Verið bless! Þá er hann bara farinn. Já. Ég hélt hann ætlaði aldrei að fara. Alveg búinn. Hvað gerum við nú? Kæri nýju húsvörður, Norni Þisl er búinn að stela öllu nammi af Hans og Gretu og er að fara að stela öllu nammi á Íslandi. Þú verður að bjarga þessu strax. Ó, nei!